Í tilefni grænudagana fóru stúdentafréttir á Vappið og spjölluðu við nemendur og starfsfólk hvort að það legði sitt af mörkum varðandi loftslagsmál og hvort að það hefði kíkt á dagskrá grænudagana og svo aftur hvað megi betrumbæta. Ég heiti Sara og ég í sálfræði á öðru ári. Já, ég heiti Móna og er með henni í sálfræði öðru ári. Hafið þið áhyggjur af loftslagsmálum? Já, svona bara, ég veit ekki, kannski ekki eitthvað brjálæðslega en maður veit af þessu og veit að þetta er alvarlegt vandamál og já, er að vera verra og verra. Leggið þið ykkur að mörkum til þess að koma í veg fyrir áframhaldandi hlýnun jarðar? Ég reyni það allavega. Ég er alltaf meðvituð að flokka og svo framvegis, já. Og ég nota til dæmis alltaf bolla, saman bollan, í staðinn fyrir að henda mörgum götumálum og svo framvegis. Maður reynir alltaf að gera eitthvað. En þú? Já, eða svona, ég veit ekki hversu mikið það skiptir máli samt svo sem ég hef gert, en eins og ég kem frá Egilsstöðum og það er rosalega mikið lagt upp úr því að flokka og ég man að mér brá mér mikið þegar ég kom suður og sá hvað það er lítið gert í það að flokka, eins og heima er á öllum heimilum, flokkunar, tunnur fyrir bralt og við erum með lífrænar tunnur út í garði og svona og það er bara einhver vani og já, ég get ekki hugsað mér að ekki flokka núna og já, svo gerir ég svona er með bolla frekar en pappamál og reyna að keyra sem minnst og bara eitthvað svoleiðis, held ég. Duglega að fara á tveimur jafnfljótum. Já, svona reynir. Já. Eru þið eitthvað búin að fylgjast með dagskrá grænudagana? Ég sá Snapchat. Já, í gær, já. Að það væri að fara að vera í dag og var í gangi í dag, en ég var reyndar ekki búin að fylgjast meira en það. Nei, það myndist einmitt á það í tíma að það væri nú grænisdagar. Ég heiti Reginn, ég er að læra sagnfræði í Háskóla Íslands og ég kem frá Færeyjum. Færeyjum, ok. Hvað finnst þér loftslagsmálin eins og staðan er í dag? Nei, mér finnst bara ræðilegt hvað lítið verið gert í alþjóðastjórnmálum við málinu og mér finnst líka bara ótrúlegt að Donald Trump sem er komin í Bandaríkin ætlar að neita að nota samninginn sem Obama gerði með Evrópusambandinu. Svo staðan er ekki sérstaklega góð, en eins og Evrópusambandið, það er að gera góð hluti finnst mér í málinu. Sérðu mun á hvernig þetta er í Færeyjum og hérna á Íslandi? Það er miklu betra á Íslandi, held ég. Færeyingar nú búnir að undirrita samninginn sem var gerður í París. Og með einhverjum svona markmiðum sem það ætla að fylgja, gengur bara ekki alltaf svo vel að fylgja samningunum, en það gengur betra og betra. Þannig að þú sér svona mun smá saman? Smá og það sko markmiðið Færeyjanna að vera oljufrýr á landi í 2030. Ég veit ekki hvort það tekst en það er alveg eitthvað markmið. Ég heiti Steinunn og ég var að læra íslensku og frönsku, útskrifuð núna í febrúar, þannig já. Hvað finnst þér stöðu loftslagsmála núna í dag? Ég bara verð að viðurkenna það að ég hef ekkert mjög mikið kynnt mér það, en hins vegar náttúrulega heyrir maður svona hitt og þetta í fréttunum. Það þarf klárlega að gera eitthvað. Gerir þú eitthvað svona sjálf, flokkari eða notarðu notuð föt eða eitthvað svoleiðis? Ekki nógu mikið. Ég hef alltaf flokkað náttúrulega flöskur. Ég er kennari í hlutastarfi, Ingólfur Hjörleifsson. Og hvað finnst þér loftslagsmálum í loftslagsmálum í dag? Það er ekki nógu gott. Finnst þér stjórnvöld að standa sig? Ég held að sé nú að gera aðeins meira en gerði áður. Við erum nú að reyna svona í ýmsum flokkum að reyna að ýta undir að Alþingi taki nú þetta frekar heldur en framkvæmdarvaldið og ég er að vona að komi frumvarp bráðum, eitthvað meira en þetta Parísarsamkomulag, við þurfum eitthvað meira en það. Svona róttækari breytingar? Já, og jafnvel sko ekki hér heldur svona á alheimsvísu fram, það þarf að ræða það meira betur og ígrunda betur hvað er gott fyrir loftslagið. Framleiðsla á rafhlöðum til dæmis er ekki loftvæn framleiðsla svo að segja. Það er mikið koltvísýringur
Og það þarf svona að meta þetta allt í réttum hlutföllum, ekki bara svona í pólitískum umræðum. Og nefndir sem þurfa að skipa í þessu tilliti þurfa að koma fram mjög fljótlega hjá Alþingi. Leggur þú þitt að mörkum sem einstaklingur í samfélaginu? Já, svona í umræðum. Ég er búinn að vera að gera það síðustu árin og tekið þátt hérna í háskólum í umræðum loftslagsmál. Yes. I'm Roberto and I'm teaching Italian language and literature. Do you feel that Iceland and other countries in Europe are doing their part in taking care of the environment? I mean, recently I've read that some European countries have already reached their goal for 2020. Italy is one of these. I think we're doing a pretty good job, but of course there's still a lot that we should do concerning, recycling and not wasting. We are getting there, I think. Recycling is certainly a very important part of my day-to-day life, but I have to admit that here in Iceland it's not as easy as it is in Italy. We not everywhere, of course, but we tend to have separate bins even in the houses, so it's super easy for us to divide garbage very early on, and then we have separate weeks where they come to collect separate types of so it's very organized and it's super efficient. And I live in Vesturbær, and we only have two bins, one for paper and the other one for basically everything else. And I mean, I don't have any other chance of dividing my garbage, because I mean it would be lumped together anyway. So, yeah. So you see a big difference between Italy and maybe Scandinavian countries and Iceland? Yeah, I mean, my experience is only here in Iceland so far, and I mean, there is more that could be done. I think that the university is doing a pretty good job now with all, but I guess it's not very uniform around the country or around Reykjavik even, so there's still some work to be done. But, yeah.